Kæru vallagestir, þetta Konráð Ólafur hjá KEF TV sem heilsar á þessum drottins fína föstudegi. Klukkan er 10 undir leik og við ætlum að byrja á að setja byrjunarliðinu upp. Í marki keppninga Sindri Kristinn Ólafsson og svo erum við með Svo erum við með Anton Freyr Hauks Gunnlaugsson, Nacho Heras, 7 Davíð Snær Jóhannsson, Adam Árni Róbertsson, nr. 11 Adam Ægir Pálsson, Sindri Þór Guðmundsson, nr. 16, nr. 23 Jósef Arthur Gibbs, nr. 24 Rúnar Þór Sigurðsson, nr. 25 Frans Elvarsson, hann fyrirliði, og nr. 99 Kian Paul James Williams, eða Kian P.G. Williams, eins og hann víst, við láta kalla sig. Byrjunarlið afturheldingar Jón Martínez í markinu, nr. 1. Nr. 3 Ísak Atli Kristjánsson, nr. 5 Alexander Aron Davorsson, nr. 7 Hafliði Sigurðarsson, nr. 8 Kristján Atli Martinsson, nr. 9 Andri Freyr Jónasson, nr. 10 Janus Daði Svansdórsson, nr. 11 Gísli Martin Sigurðsson, nr. 12 Aron Eli Sævarsson, nr. 21 Kári Steinn Hlífarsson og nr. 23 Óskar Vasilevski. Þjálfarar liðana hjá Keflavík Eysteinn Húni Hauksson og með honum Sigurður Ragnar Eyjólfsson og aðstoðarþjálfari þeirra tveggja Ómar Jóhannsson og þjálfari afturheldingar góðkunnur fótboltaheiminum, það Magnús Már Einarsson, hann ritstjóri fótbolti.net, þeir stórkostluðu síðu og honum aðstoðar Enes Kosic, ég kann ekki alveg að byrja fram, en dómarar þessara leiks Arnar Þór Stefánsson og línuverður Smári Stefánsson og Breki Sigurðsson og eftirlitsmaður Kristinn Jakobsson. Varamenn Keflavíkur Andri Fannar Freysson, Ari Steinn Guðmundsson, Cesari Viktorovits, Ingimundur Aron Guðnason, Jóhann Þór Arnarsson, Helgi Þór Jónsson, Þröstur Ingi Smárasson, varamarkvörður. Varamannabekk afturheldingar Alejandro Zambrano, Ragnar Már Lárusson, Aron Daði Ásbjörnsson, Eyþór Aron Völer, Georg Bjarnason, Valgeir Árni Svansson og Tristan Þór Brandsson. Þessi lið voru bæði ný í lengjudeildinni fyrra. Keflavík féll úr Pepsi og afturhelding komst upp á annar deildinni. Þetta var innkastað í fyrra, þetta víst lengjudeildi núna. Liðin mættust tvisvar í fyrra og enduðu leikar á nettavellinum Keflavík 5-0 fyrir Keflavík og 1-0 fyrir afturheldingu í Varmá. Þessi lið hafa mæst 8 sinnum á opinberum mótum, hafa Keflvíkingar haft sigur 5 þeirra, 2 hafa endað með jafntefli og afturhelding unnið 1. Einu sinni í venjulegum leiktíma. Síðasti leikur liðana var úrslitaleikur B-deildar fótbolta.net mótsins og eru lokatölur í venjulegum leiktíma 1-1 en afturhelding hafði betur á lokinni maraþonvítaspyrnukeppni 15-16. Það ennþá góðar 5 mínútur í leik. Ég kem aftur eftir, þegar leikur fer að hefjast.
Ljóðið til þín á meðan dagur býr. Ég skoða myndirnar, horfir upp sögurnar og gömul leyndarmál sem búi minni sál. En sannur segir þér, ég geymi hjarta mér, hvert sem heiminn fer. Þín minning fylgir mér úr gegnum tímans haf og ég þína skjá. Verið velkomin að leik Aftureldingar á móti Keflavík á næsta völlum. Við skulum byrja á gestaliðinu og leikmenn Aftureldingar nr. 1 Jón Tenna Martínez, nr. 3 Ísak Atli Kristjánsson, nr. 5 Alexander Aron Davíðsson, nr. 7 Hafliði Sigurðarson, nr. 8 Kristján Atli Marteinsson, nr. 9 Andri Freyr Jónasson, nr. 10 Jason Daði Svanþórsson, nr. 11 Gísli Martin Sigurðsson, nr. 12 Aron Eli Sævarsson, nr. 21 Kári Steinn Hlífarsson, nr. 23 Óskar Vasilevski. Varamenn Aftureldingar eru Kristján Þór Brandsson, Alejandro Zambrano, Ragnar Már Lárusson, Aron Daði Ásbjörnsson, Eyþór Aron Váler, Georg Bjarnason og Valgeir Árni Svansson. Þjálfarar liðsins eru Magnús Már Einarsson og Emil Sókvits. Þá förum við lið Keflavíkur. Nr. 1 Sindri Kristinn Ólafsson. Nr. 2 Anton Freyr Hauks Guðlaugsson. Nr. 4 Ignacio Heras Anglada. Nr. 7 Davíð Snær Jóhannsson. Nr. 9 Adam Árni Róbertsson. Nr. 11 Adam Ægir Pálsson. Nr. 16 Sindri Þór Guðmundsson. Nr. 23 Joseph Arthur Gibbs. Og nr. 24 Rúnar Þór Sigurgeirsson. Og fyrirliði dagsins nr. 25 Frans Elvarsson. Nr. 99 Kian Paul James. Og varamenn Keflavíkur eru Þröstur Ingi Smárasson, Andri Fannar Freysson, Arnsteinn Guðmundsson, Cesare Viktorovits, Ingimundur Aron Guðnason, Jóhann Þór Arnarsson og Helgi Óli Jónsson. Og þjálfari Keflavíkur eru Eysteinn Húni Hauksson og Sigurður Ragnar Eyjólfsson. Og dómarar dagsins eru Arnar Þór Stefánsson, Smári Stefánsson og Breki Sigurðsson. Og við erum minna að við tilkynum mann leiksins í lok leiks og fara gjafabréf og kefi restaurant. Kæra áhorfendur, nú byrja leikurinn. Afturendingamenn eru hérna í rauðum ból og svörtum stuðbuxum og sækja átt að þeir sækja áttina af hringbrautinni og Keflvíkingarnir albláir eru að sækja áttina af blúkarhöllinni Keflavíkur í körfunni. Þá byrja Afturendingamenn, þeir byrja að sparka langt og koma hérna Sindri vinnur skallinn við og það fer bara út fyrir hliðarlínu og það er innkast. En Keflvíkingar hafa hérna koma leikmenni þeirra en þeir pressa vel og Sindri þarf að hörfa frá með boltan og finnur Fransa, nei, hann finnur hann ekki, en fær boltan aftur. Kemur Frans, hvað gerir Frans? En þeir hreinsa frá. En Magnús Þór Magnússon fyrirliði Keflavíkur, hann er ekki með í dag vegna smá meiðsla en hann verður klár í næsta leik. En þá kemur Kian, hvað gerir Kian? Hann finnur Joey. Joey finnur Ignacio. Hvað gerir Keflvíkingar hérna koma upp kantinn og koma með sendinguna en þeir ná ekki alveg til boltans. Hvað gerir Davíð en dómarinn bara að dæma á þetta? Ég held að þetta sé rétt. Það er nú ákveðlega mættina í Keflavík í dag og nokkrir úr Mosó hafa gert sér ferðingar til Keflavíkur og til að horfa á liðsins spila. Keflvíkingar fengu Nacho Heras frá Leikni fyrir tímabilið og hann ætlaði til að styrkja varnarleik liðsins eftir að Ísak Óli fór yfir til Danmerkur að hefja atmanna fyrir sinn. En Keflvíkingar koma núna, dómarar lætur hagnaði ganga en hann stóða leikinn og dæmir aukaspyrnu. En Keflvíkingar fengu Sigurður Ragnar Eyjólfsson til sín fyrir tímabilið til að vera þjálfari með Eysinu Húna eftir að Milan Stefán fór aftur til Grindavíkur.
En þá kemur aukaspinnan inn á teig. En það kemur hann, hún nær ekki inn á teig en það er að skalla frá og þeir fá innkast Keflvíkingar. Og þá kemur Sindri, hann skeiðir hann á völlin og finnur hérna finnur Adam Árna sem kemur með sendinguna fyrir markið og hann fór út af boltinn hann að það hefur ekki talið. Keflvíkingar enduðu í 5. sæti í innkassodeildinni fyrra sem heitir nú Lengjudeildin og Afturelding náði að bjarga svo fallega en Keflvíkingar fá fyrsta hornspyrnu leiksins. Hvað kemur upp úr þessari? Hornspyrna kemur á teiginn og hann er að kýlda frá markvörðunum þeirra og koma þær og gera bara langa sendingu og Sindri nær þessu og þrumar þessu áfram völlin og Aftureldingarmenn fá boltan aftur en Keflvíkingar snöggir að vinna hann aftur. Og loksins er þessi fyrstu umferð Lengjudeildarinnar hafin og Keflvíkingarnir vinna boltan hérna. Snöggir að finna Davíð Snær, hvað gerir hann? Hann finnur hann, ég er ekki alveg að sjá hvað þetta er en ok. Og þetta er hornspyrna. Þetta byrjar fínt hérna. Það byrjar fínt og þá kemur hornspyrna númer 2. Og hún kemur inn á teiginn og þeir skalla þetta frá og Aftureldingarmenn eru með boltan og þeir koma hérna snöggir en það verður svo að brotið en ekki dæmt og þeir haldi sig inni og það er vel gert hjá þeim, þeir finna leið og þeir rífa sig í sókn, það er brotið á þeim. Þetta er svona snirtilega gert á Keflvíkingum að brjóta, komið veg fyrir hraða sókn. Kemur Sindri að hann spyrnir frá marki og Adam vinnur skallið við og Joey Gibbs fer í eldingarleik við leikmenn Mosfellinga og þeir en ef allt er eðlilegt á Keflavík að vinna þennan leik en eins og fótboltinn er nú, hann er nú óútreiknanlegur og getur allt gerst. Og þeir koma hérna Keflvíkingar með spáð góðu gengi í sumar og Aftureldingarmenn eru spáðir neðarlega í töflunni en samt ekki falli. Það er að langa þessi hlutinir í öllu saman, það er að spá liðið fallið því að það vill enginn lendi í því að falla. Keflvíkingar taka aukaspyrnu strax. Anton, það finnur Inacio og Davíð Snær. Það er boltan en Aftureldingarmenn eru þéttir og væri geðveikt fyrir Keflavík að byrja þessa lengjudeildina sem frestaðist alveg næstu 2 mánuði vegna kórónuveirufaraldursins sem allir eru komið leið og gott að fá sem að fótbolta. Keflvíkingar hérna eru fannir að verjast og Aftureldingarmenn koma hérna en Keflvíkingar ná að vinna á þeim bolta strax og koma þessu frá en ekkert eitthvað áreynilegt til að hafa áhyggjur af. En Pepsi kalla fór á stað síðustu helgi og Mjölkubikarinn hefur verið líka á dagskrá og það er bara mjög fínt. Það verður leikið þétt, fullt af leikjum og mikil skemmtun framöndan. Og Sindri fær boltan aftur til sín og sendir hann bara
tiltölulega þægilega tilbaka. En fyrsta skotið það fór framhjá og það fór yfir að framhjá. Ég sá það ekki alveg en það er markspinna. Afturníkamenn að leika sér að eldinum en það er ekkert eitthvað teljandi vesen. Það koma þær og Sindri fær boltan, sendir hann, Davíð tekur vel á mótunum, sendir hann á Rúnar. Þannig kemur inn að teig en hann nær ekki alveg en fær hotspinnu. Það er staðan er þá 1-1 í Grindavík og Þór Akureyri á Grindavík. Þar er alveg 20 mínútur eftir og það er Fannar Daði, Malkvíð Gíslason og Aron Jóhannsson sem eru með mörkið þar. Það kemur hotspinnan inn á tegin og skalli og þeir ná boltanum inn í tegnum en Afturníkamenn bjarga á síðustu stundu og vilja fá brot, fá ekkert brot, sendingin kemur fyrir markið og Keflvíkingar, hvað gerist? Og fyrsta skotið rétt yfir markið. Þarna mátti ekki miklu muna að fyrsta markið kæmi eftir tæplega 9 mínútna leik. Flott sókn og þarna skall Hurnar í hælum. Þarna mátti ekki miklu muna en markspinnan er tekin og Afturníkamenn inn að spila en þeir missa boltan út fyrir klaufalegt. Og hvað gerist núna? En Afturníkamenn leysa vel úr þessu og koma boltanum tilbaka en Sindri sterkur og vinnur á strax við miðlínu og Keflvíkingarnir hreinsa strax frá. Keflvíkingar alveg sá ekki alveg hver fekk þetta færi en þetta var hárspyrna frá því að hefði skotið verið aðeins neðar þá hefði þetta farið beint inn en Keflvíkingar fá innkastið. Sindri tekur bara boltan og leitar að góðu möguleika, finnur hann í Frans. Nei, hann fann hann í Kían. Það er ekkert íkja lík, þeir eru, nei, þetta var Joey Gibbs hvar að mér en þeir eru nú frekar líkir svona á vellinum við fyrstu sín. Með þykkt brúnt hár. Þessar 10 mínútur í leiknum fara bara fjörlega af stað. Rúnar kannar sína möguleika, hann er með flottan fót og kemur með sendinguna fyrir mark, eða kemur hann í teig og hvað gerist núna? Hann þarf að höra tilbaka, finnur Rúnar og hann sendir aftur inn í teig og Afturníkamenn koma þessu frá í smá tíma og Adam Ægir nær boltanum en fær innkast. Og þá koma langt innkast og Afturníkamenn verjast vel og svo kemur sendingaskot sem fer bara aftur fyrir endamörk og markspinna frá marki Mosfellinga. Það er hérna líka þrír leikir í lengjudeild kvenna það er Víkingur, Reykjavík og ÍA kvennamegin sem er hafinn og klukkan 8 hefjast leikir Hauka og Afturinn Augnabliks og Gróttu og Fjölnis og staðan er ennþá 0-0 eftir 13 mínútur í Víkinni og Keflvíkingar koma hérna en Adam Árni fær boltan í hendina, það er dæmt á það jú en annars eru 2 leikir sem hefjast í lengjudeild karla klukkan 8.
Já, ég glemdi vist að kveikja mæknum en það mín mistök. Það eitthvað sofandi hátur í kallinum. En þá kemur Fransan hreinsa frá á Joey. Joey kemur með Adam Árna sem rangstæður. Ég skil ekki hvað hann að dæma á hérna. Mér fannst hann ekki fyrir innan en hann var víst stiginn út en ég ekki alveg sammála þessu. Og þarna kemur að pressa vel og afturlingamenn lifa þetta af. Og kemningar koma alveg snöggir að finna leið. Davíð Snærina snöggur að fótunum og ekkert vesen að Sindra eða á Davíð. Kemningar taka innkasti strax. Snöggir að vinna þeir eru að passa sig að vera ekkert vera að missa boltan út af en kemningar koma strax. Adam nær ekki að halda boltanum inn á en það er innkast sem afturhendingamenn eiga. Þá koma kemningar en þessi sending er of löng og markverður afturhendinga að þá koma kemningar, hvað gerist núna? Joey Gibbs, hann finnur Adam Ægi sem hörfar og lætur boltan á Rúnar, hvað gerir Rúnar? Kemur sengurinn fyrir markið en ekkert kemur úr henni nema innkast. Og sendingin fyrir markið. Joey Gibbs nær ekki boltanum og John Martínez nær honum á undan honum. Það mátti ekki miklu muna. Þá koma þeir en sendingin er slök og kemningar fá innkast. Sindri tekur innkastið strax og Fransvili fær boltan. Sindri kemur allar að koma áttur á Fransvilina en Kían fær boltan, brotið á honum og aukaspila. Davíð Snær stillar honum upp fyrir Rúnar sem hann er nú spyrnir sérfræðingur okkar hérna í Keflavík. En ef við þurfum að láta sparka eitthvað þá talum við Rúnar. Hann kemur aukaspiluna tegin. Skallið á fyrsta markið komið! Keflavík komið yfir! Og það er hver, ég sé ekki alveg hver það er. Ef það er Nuts og Seras þá býðum við að borða! Það er 1-0 eftir tæpar 17 mínútna leik og Keflavík er búið að brjóta ísinn. 1-0! Elska þessa stráka. Uppáhalds. Fyrsta mark Keflavíkur skorar leikmann númer 4, Ignacio Heras Anglada. Nacho Heras, þvílík félagsskipti á Keflavík að fá þennan mann. Takk Keflavík, takk. 1-0 eftir 17 mínútna leik. Og nú verða hvernig bregst afturhending við þessu. Kemur að pressa, fleiri mörk. Við viljum fleiri mörk. Það eru mörk í þessu spanska dreng. Þá kom kemningar.
Hvað gerir Rúnar? Sendir Adam Árni, hvað gerir hann? Hann er skotinu og það er varið. Adam Árni tekur, Adam Ægir tekur þessa aukaspinnu, neða hotspinnu menna ég. Hotspinna kemur, hár bolti beint á John Martínez. Hann þrumar út og Sindri lendir í kapphlaupi sem afturrendarmaðurinn vinnur. Hvað gera það núna? Það verður ekki gott að fá jöfnumark á þessu núna en hann er eitthvað, verður of lengi á þessu og þetta rennur út í sandinn. Það mátti ekki miklu muna, þetta hefði getað verið ljótt. Rúnar vinnur boltan, með boltan, sendir hann. Og skotið og það er varið. Keflvíkingar eru að taka öll völd af vellinum, Kía með fyrirgjöfina og hún er bara ekki nóg góð og markspinna. En markmennir þurfa að kunna, stuðningsmenn Keflavíkur kunna vel að meta það sem þeir sjá. Og ég kann líka vel að meta það. Og hann kemur markspinnan, Sindri vinnur þetta en það er... Þeir þurfa líka að hafa alla einbeitinguna að leikmönnum afturhendingar. Þeir ætla ekki að fara að láta ganga frá sér hérna. Ég skil það bara vel. Og þeir koma en þetta er ekki alveg nógu gott og þeir fá hérna leysa boltan út og það er innkast. Og þetta er innkastið. Vel gert að Keflvíkingur, láta bara boltan ganga frá aftur manni. Tiki taka fótbolti. Davíð nær boltanum, hvað gerir Davíð? Hann getur skotið eins og pabbi sinn. Og Rúnar með skot og beint í leikmenn afturhendingar. Þetta hefur verið vont, ég hef ekki þótt þetta þægilegt. Og þannig kemur Sindri Lesettis og opna bók. Davíð kemur boltanum strax á Fransa sem finnur Adam Ægi sem kemur. Hvað gerir Adam? Hann með sendinguna á Sindra. Hvað gerir Sindri? Finnur... Nei, rétt fram hjá markinu. Þannig mátti ekki miklu muna. Fannst þetta fara á markið en... Þá koma þeir hérna. Keflvíkingar að vinna boltan strax, þetta er Kæra sem það er gert. Og það er með skot og það fer af varnarmenn og aftur fyrir endamörk og það er hotspinna. Adam tekur hotspinnuna. Guðmundur Sigurðsson, faðir Sindra Þórs, hann er á myndavélina og tekur myndir hérna. Hann ætti að fá mörg skrif í skrifatælarann hjá sér. Og hann ekki hotspinna. 2-0, takk fyrir! Það er komið 2-0 og ég held að þetta sé Adam Árni. Ég á ekki til aukendinga, það er 2-0 fyrir Keflavík. Drauma byrjun! Ég sver, þetta er svo gaman, þetta er svo fallegt. Og mér sýnir sig að vera að fagna Adam Árna sem er búinn að koma aftur eftir slæm meiðsli sem hann hlaut á Ólafsvík í fyrra. Spurningum bara skilja hann eftir bara heima þegar við fyrir Ólafsvík næstu ferð. Leikmaður númer 9, Adam Árni Róbertsson. Adam Árni Róbertsson með fyrsta mark sitt, hann gerði þrennu henni í fyrra. Við þætti ekki leiðilegt að fá aðra þrennu í ár. 2-0! Þetta er 23
23 mínútna leik og Keflvíkingar henda þessu bara í innkast og Keflvíkingar í ham í fyrri hálfleik. Keflvíkingar komin að vinna bara boltan, sendingur á Joe Gibbs sem þetta var allt og langt og Jón Martínez nær þessu. Marka veisla í uppstillingu. Davíð, hvað gerir Davíð? Kemur svo Frans. Kemur hann á Kían. Kían finnur Nacho Heras sem reynir sendingun á tegin en mátti ekki miklu muna. Þá komið afturningar minni skindisótt. Hvað gera þeir núna? Þeir koma að finna sendingu á möguleika en næri ekki almennilega boltanum og þetta bara innkast. Það hefur allt gengið á óskum í Keflavíkinni. Sól, fallit veður, spáð 16 gráðum út á sunnudaginn. Hvað er þetta að óska sér betra? Þetta er búið að vera geðveikt hérna og ekki út af vegið að fá leikmenn bara til að fara að hita upp og svona. En ég má til með að missa þetta aðstöðu mína og láta vita því að enski boltinn er farin að staða aftur eftir langt hlé og á United að keppa þessu tölum orðið við Tottenham Hotspur á þessum glæsilega leikvangi þeirra og sagði að það 0-0 þar, ef þið vildi vita. Og fullt af leikjum á morgun. Pepsi-deild, enski. Það er sófa að laugardagur framundan. Veit ekki alveg með ykkur en ég held ég noti það sannlega sko. Og þá kom afturningarmennin að reyna að róa niður leikinn og aðeins að ná áttum. Norður, suður, vestur. Hvert vildu fara? En þá kom Keflvíkingar. Þeir semna alltaf í eina átt og það er áttið merka andstæðingsins. Það er einhver átt sem á eftir að finna upp. Ég fann hann upp. Þá kemur Sindri Þór. Þeir hörfa bara tilbaka eins og reyna að finna opnanir. Þeir láta bara boltan ganga og þetta er bara hið besta mál. Og þeir senda inn í teginn. Afturningarnir með að vinna boltan en Keflvíkingar vinna hann aftur. Þeir eru boltasjúkir. Þegar að maður halda að þeir eru allir leikmenn okkar fæðst með bolta. Og hafa verið með hann allir sína haunsa-kattaæfi og Keflvíkingar gefa hennar innkast en þannig að koma Keflvíkingar að vinna boltan en að næstu því. Innkast í Keflvíkingar eiga. Það er aðeins að róa sig yfir þessu hérna. Og þjálfarinn Keflvíkingar er að hita upp og halda sér heitum ef það þarf að gera skiptingar. Það er leyfilegar 5 skiptingar í 3 einarskiptingar tímum þannig ef þetta er gert með því tilefni sem koronaveran hefur og leikmenn þurft að halda sér frá fótbolta. Það skiptir ekki öllu máli núna og Keflvíkingar þá er að vinna sér völlinn. Flott sending frá Kían á Sindra sem kemur askvaðandi upp kantinn og hann sendir fyrir markið á Joey Gibbs sem alltaf nær hann ekki alveg en hann missir aðeins svona hrasar en það skiptir ekki öllu Keflvíkingarnir ná ekki alveg.
Það tæpt korter til hálfleiks, þannig að það pláss fyrir mark eða mörk. Það kemur Anton. Hann kemur með góða sendingu á Adam sem vinnur nær boltanum en afturendingamenn ná honum en hann hrasar og hann tekur Adam niður og fær aukaspyrnu. Það er ekki búið að leikna. Og þá kemur innkast, aukaspyrna. Afturendingamenn setja líka menn að hita upp. Og já, það er komið mark á Akureyri, það er staðan 2-1 fyrir Þórsurum. Hvað gerir hérna? Hvað dómar hann núna? Það dæmir á Keflavík að það liggur maður í tegnum. Ég er ekki alveg saman þessu en staðan er 2-1 á Akureyri. Alveiro Montejo Calleja skoraði á 89. mínútu fyrir Þórsara og staðan er það 2-1 og hér er staðan 2-0 og maður meiddur. Þau skulum vona að þetta sé ekki alvarlegt. Nei, það sé ekki alveg. Þannig, stækir ekki alltaf mikrofónu á meðan þú talar okkur? Ok, ok. Þannig að þetta er Nacho Heras, við skulum vona að þetta sé ekki alvarlegt. Sýnist þetta að vera höfuðmeiðsli en við skulum vona að þetta sé ekki alvarlegt. Við megum ekki við því að detti ykkur varnarmannameiðsli hérna. Við erum með Magnús middan. Hann nú staðinn upp þannig að Gunnar Örn Ástráðsson, sjúkraþjálfari, tjekkar á honum. Mér sýnist þetta sleppa ákveðlega. Jú, hann er mér sýnist að vera í fínu lagi. Hann lappar bara út af og heldur vonandi bara áfram. Ég held að mér sýnist ekkert vera neinar upp. Mér sýnist engin skipting vera í vændum, þannig að mér sýnist þetta að vera brot, mér sýnist þetta að hafa verið brot en það komið afturlingamenn þeir hérna í sókn og Nacho Heras fæði sig bara að drekka og að bara held ég segja áfram gakk hjá honum. Hann kemur aftur inn á hann að hann er í góðu lagi. Hann er nú einn af markaskorunum okkar. Gerði þrennu síðan. Afturlingamenn komin í færi og Sindri bjargar og skoti í stöngina út af. Fínasta sókn hjá afturlingamönnum og Sindri bjargar flott í markinu á hann. Hann kemur boltanum þannig að Sindri bjargar með fótunum og svo Sindri hefur verið viðlóðandi í 21. landsliðið og ekki ástæðalausu. Við erum með hörku markmann hann í Keflavík. Hann gerði nýjan 2 ára samning fyrir tímabilið eftir að hafa reynt að fara á reynslu hjá öðrum liðum í Noregi. Þess að betur fyrir Keflavík héldu þeir honum. Þá komu Keflvíkingar að hann missir lappina undan sér og Keflvíkingar halda bara áfram að þjarma á. Þá koma afturlingamenn. Þetta boltar ganga vel á milli sín en Keflvíkingar, nei, þeir vinna ekki boltan sem ég ætla að fara að segja en Sindri hleypur og
Missir boltan út af, þetta allt í lagi. Þeir komast þeir en þeir fá henn á hotspinnu. Þeir eru aðeins að hressast hérna, gestirnir okkar úr Mosó. Hotspinna kemur, það býður maður og spurning hvernig noti hann. En sendingi kemur en Sindri bara vandan á vaksin og grípur þetta og kastar hann strax í leik. Skyndisókn, hvað gerist? Rúnar kemur, askvaðandi. Hvað ætlar hann að gera? Hann kemur bara að vítateinum og lætur vaða í leikmann Mosfellinga og þeir bjarga þessu í bili, koma það í sókn. Það sóknar hugur í gestunum okkar. Og sendingi gengur. Þeir koma sér í teig. Það tekur einhver að hringja hérna með boltan. Kemur endanum út í kant. Aftur, rétt út á teigin sinn, aftur út á kant. Þeir reyna að leita skoti. Og Keflvíkingarnir gefa engin færi á sér. Hann kemur hérna. Sending fyrir markið eða beint á Fransa sem kemur til hliðar og þeir hreinsa. Hvað gerir Kían? Kían kemur á rosalega Joe Gibbs. Ég alltaf að ruglast á Kían og Joe Gibbs. I'm sorry about that. En þá koma Keflvíkingar. Afturlingamenn koma með sendingu og þeir missa hann út af að Keflvíkingar fá innkast. En það kom góður kapli á leikum með afturlíningu. Þeir lita aðeins sinna fyrir sér sem er góð sviti. Þá kemur Frans. Sendingun á Joe Gibbs. Og hérna koma þeir reyna að finna opnum og láta bolta ganga vel. Það er mjög flott að sjá hvaða margir komnir í stúkuna. Það kemur í gandirinn að hann var lofað góðu sóknarbolta, koma þeir inn í sókn. Adam fær boltan, kemur á Adam Árna sem kemur á Kían. Kían er að skella en þannig kemur boltin á leikum Mosfellinga. Anton kemur í hann og ná að koma boltanum í innkast og fínustu skilyrði fyrir fótbolta hérna. Þá kom maður hérna að láta bolta ganga í smá stund. En það er nú fræg orðin að þriðja marki í leikjum sýnir svona hvað þeir staðan, hvort að leikurinn sé búinn eða hvort að þetta sé ennþá leikur. Þannig að Keflavík skorar næsta mark og koma sér 3-0 og gera svona gott út það. Gerir Sindri, Þór Guðmundsson kemur í færi, hann er að skora þriðja markið! Sindri Þór Guðmundsson bara lappar inn í teig og skorar þriðja markið fyrir Keflavík. Ég var enda að tala hvað þriðja markið væri mikilvægt. Keflavík 3, Afturelding 0. Takk kærlega fyrir. Hefðu Aftureldingarmenn náð þriðja markinu, þá hefðu skátt í okkar menn, en þeir náð þriðja markinu á 38. mínútu. Keflavík 3, Afturelding 0. Útlitið er bjart. Mark Keflavíkur skoraði leikmann nr. 16, Sindri Þór Guðmundsson. Sindri Þór Guðmundsson með fyrsta mark sitt í sumar. 3 markaskorarar komnir á blað. Þetta boða bara gott fyrir Keflavík. Hvað gerir Aftureldingarmenn núna? Þeir þurfa að bregðast við.
Það hefur þrisvar sinnum komið comeback úr 3-0 stöðu og brýtur hann bara á Frans og hann bara drefur hann niður en það er bótað með auksmunni Nacho Heras verið sem að hrista á sér það sem kom fyrir áðan. Bæði lið eiga bikarleik núna í næstu viku. Keflvíkingar fara á Kópavog og Afturelding fær Árborg heimsókn. Leikmenn Keflavíkur komin með fyrirgjöf, Kían nær honum ekki en góð hugmynd enga síður. Það má segja að drauma byrjun á þessu móti væri sigur og það við þrisvar sinnum. Ég man ekki eftir mörgum leikjum sem ég hef séð gennum ævi mína sem hafa tapast eftir að þú ert 3-0 yfir. Það er meðal annars frægur leikur í Istanbul 2005, leikur milli Liverpool og AC Milan. Þar var staðan 3-0 í hálfleik og því var tapað í seinni hálfleik og í framlengingu og vítaspyrnu en því sem betur fyrir ekki að boða bara en að vítaspyrnu er þar sem þetta bara verður deildarleikur. Keflvíkingar fá innkast, hornspyrnu minni ég. Það var aðeins að læra þetta. Ég sýnist Rúnar Þór Sigurgeirsson að taka þess á hornspyrnu. Hann kemur með hann og bara fína bolta en þetta er skalla frá. Keflvíkingar eru með boltan bara og senda hann hérna fyrir en færa hann aftur þar sem boltan fór í tilbaka en Rúnar ætlar alltaf boltan hætti við en Kían nær honum og sendir hann bara á boltastákinn. Hann var með bolta þannig að það þurfti ekki annað bolta en það skiptir ekki máli. Það er útspark hérna. Ég vil þakka þeim 210 sem er að horfa á hana leik hérna á þessa mínútuna. 211 menn ég. Og skoti en þetta er beint á Jón Martínez. Kían fær boltan, sendir fyrir markið en þetta var ólangur bolti og það má nú segja að þessi leikur hafi verið svona spilaður nokkuð verið eftir bókinni. Að reyna aðeins að minnka munin en þá kom hann í kapp hlaupið við Frans Elfarsson. Hvað gerir hann? Hann feinur liðsvennan sinn nr. 7 en hann þarf að hörfa bara út úr teignum. Keflvíkingarnir bara gjörsamlega eru með þennan leik. En leikur Þórs og Grindavíkur er búinn, hann er 2-1 og Víkingsstelpur úr Reykjavík að vinna ÍA. Og þeir eru með sendinguna hérna. Og þeir ná hérna fínu spilkafla. Reyna að finna opnundir á Keflavíkurvörðinni en Kían Williams lætur ekki fíbla sig upp úr skónum og neglir honum bara út fyrir og innkast sem leikmenn Aftureldingar fá. Þeir reyna hérna
Þeir eru að reyna að finna opnanir en Keflavíkur vörnin stendur alltaf af sér. Hún myndi standa af sér fellibill ef því að skipta. Það eru 2 mínútur tildalega eftir venjuleg leiktíma og veit ekki hversu mikil uppþáttími verður út af miðslum í Iheanacho í fyrri hálfleik. Þannig kemur fyrirgjöfin og þeir ná að skalla en ekkert nema fyrir bara við hliðarlínuna. Og þeir eru aðeins að tökum á að missi síma sinn. En þeir eru rangstæðir. Það er eftir þess að tæknimaðurinn okkar hafi missi síma sinn, það var ekki tökumaðurinn okkar, hann er bara óupptekinn við að taka upp. Ég get sagt ykkur það með vissu þótt ég sittandi hlutdrægur að starfsliðið á Keflavík TV er það best í heimi. Og þeir eru að reyna að finna opnunirinn en Keflvíkingar er bara að vinna boltan við sinn og hvað gerir Sindri? Nei, þetta er ekki Sindri og hann er ekki með skot sem fyrir hátt yfir markið og yfir allan pakkan. Þá kemur markspinnan. Það er bara góð vinna. Keflvíkingarnir koma, Frans bara vinnur vel, enda Frans algjör vinnuvél hérna. Ef ég ætti að gambla peninga á Frans Elvarsson þá myndi ég alltaf gambla með honum þar sem maðurinn sinnir alltaf sínu starfi 100%. Og hann er komið að Keflvíkingar og hann er bara tekið almennilega á Davíð Snæ og fyrsta gula spjaldið komið í þennan leik. Pirringsbrot. Og það er bara hálfleikur að koma. Þannig kemur þarna er má alveg skoða að spjalda annar mann. Frans fekk hérna flugferð og það er bannað að fljúga nema með leyfi Víðis. Og sjúkraþjálfarinn er sendur inn á. Það er mikið hlegið. Ekki út á velli, bara hér inni hjá okkur. Við skulum vona að Fransi sé ekki alvarlega meiddur og afturlingamaðurinn biður hann afsökunar og segir honum að hann sé ekki með flugvélaréttindi. Það er sem alltaf eftir því. Ok, hætti og hlei og höldum. Nei, þetta var Rúnar Þór, hann fékk víst þessa óvæntu flugferð. En hann lappa hann bara út af sjúkraþjálfaranum og áfram gakk. Það er ekki flugþreytt í honum. Þá koma Keflvíkingar með langa bolta en beint í fangi á John sem grípur þetta. Davíð Snær vinnur og hann gefur hérna merkja sem komið hálfleikur. Þannig að við ætlum að það er bara kortis pása núna og leikmenn geta ráðið lögum sínum og við sjáum sem þeir hálftíma. Korter minna ég. Eruð þið hálfleikar? Hvað er málið? Það er svo margt. Ég veit það ekki.
átt að Hringbrautinni og heima og gestirnir okkar átt að Blúshöllinni. Keflingarnir byrja bara sinna áleikinn í blússandi sókn og Joe Gibbs 4-0 takk fyrir! Það er bara fyrir sinna áleikurinn byrjar 4-0! 4-0 og það Joey Gibbs 4-0 takk fyrir! Blússandi sóknabolti og besta leið til að byrja sinna áleikinn er að skora bara mark. 20 sekundur tók að skora þetta mark. Skoraði leikmaður nummer 23, Joseph Arthur Gibbs. Takk fyrir 4-0. Ekki góð leið til að byrja sinna áleikinn. Það má fara á milli, færa 3 stig yfir á Keflvíkinga. Það koma gestirnir og gestirnir að reyna að búa til ykkur opnun. En við hjá Keflavík TV erum mjög heppnir hvað varðar hérna allt hjá okkur hérna. Við erum með skjá fyrir misíkinn í fylgis með tímunum. Svo erum við líka með hitablásara, þannig að okkur eru ekki eftir að frjósu í frjósu kulda hérna. Settir þær boltanum bara til að auðveldlega og þeir koma boltanum hérna strax í leik og við byrjum þá bara að sækja hérna til að Keflingarnir þeir reyna að hreinsa boltanum bara beint í markvörðinn til að losa pressu. En Fransi nær boltanum hérna strax. Þeir reyna að drífa sig og þá fær Adam Ægir sitt pláss. Rúnar biður boltan. Hann fær hann, en afturlendingarmaðurinn nær honum og fær Keflingar fá innkast. Rúnar missir boltan á höndunum en nær honum strax. Hann ætlar að taka langt innkast. Rúnar Þór er hálfbróðir Guðjóns Árna sem var einn besti bakvörður deildarinnar fyrir FH og Keflavík, en þeir ná að hreinsa bolta frá. Frans nær boltanum en hittir ekki almennilega, en það er sem allt í lagi. Keflingar ná hérna, nei, afturningar með ná boltanum. Þá koma Keflingar í að reyna að pressa. Hann hittir ekki boltan og hann það hefði svo sem verið hægt að dæma þetta, en það hefði kannski verið óhárður dómur, en Keflingar fá hérna fyrstu hornspyrnu sinna áleiks. Það má vel með sanni segja að 5. markið liggur í loftinu. Þá kemur hornspyrnan, en hún beint í hendina á Jón Martínez sem er þetta herða boltan 4 sinnum marki sínu í þessum leik. Og eitt af þess að þetta er 20 sekundir síðan á leik. En það má til gamans geta að eftir leik þá mun þessi leikur vera hérna aðgengilegur á YouTube. Og við hvetjum alla Keflinga til að subscriba þessari línu og fá síðan að vita hvenær næsta livestream er. Og ef þeir eru með ykkur vafa með stream þá bara sendið fyrirspurnir á Facebook síðu Keflavík TV. Og við svörum eins hratt og við getum. Þá koma þeir í sókn og þeir fá hérna hornspyrnu.
Ég vil einnig senda shoutout á föður minn, hann er að horfa á leikinn upp í Þjórsádal. Takk pabbi fyrir að horfa. En þá koma hornspyrna frá afturrenningu. Og þeir ná að skalla Keflvíkingarna frá og skalla í aðra hornspyrnu. Yngvi senst að tæknir var skalla úr í teig. Kemur sendingin inn aftur inn í teginn, Keflvíkingar skalla frá og svo gefur hálf bolti en Sindri glýpir þetta auðvitað og kom boltanum strax í leik, vel gert hjá Sindra en þeir hreinsa frá en beint á Joey Gibbs sem sendir hann á Adamægi sem sendir hann en þeir eru rangstæðir. Og þá er markmaðurinn að falla á öxlum. Það er það sem að gaman geta að í Mjólkurbikarnum 23. júní þá á afturrenning leik við Árborg og 25. júní þá Keflavík leik við Blika á Kópavogsvelli en sá leikur verður í beinni á Stöð 2 Sport. Brotin á Adami Árna en þá kemur Anton, hann er að misreikna bolta fyrst en hann er að koma þessu í innkast sem við Keflvíkingarnum eigum. Og Keflvíkingar reyna hafa eiginlega bara ráðið öllum hluta leiksins bara og komin að Adam Árni reynir hann á boltanum en hann er nú stöðvaður en þá komur en Sindri bara komið fyrir fram á mannin og það stafar eiginlega engin hætta af aðgerðum afturrenningar. Þeir koma hérna, senda tilbaka Mortensen og Joey Gibbs pressar hann vel. Og Fransi nær boltanum en ekki til sinna manna en þá koma afturrenningamenn í sýndisókn. Og þeir fá boltanum hérna. Þeir senda bolta fyrir markið og reyna hjólspyrnu en ekki gaf tilraun en hún drífur ekki á markið eða neitt þannig að þeir fá boltan aftur hérna. Þá koma þeir hérna að reyna að finna en Fransi hendir sig fyrir þetta sívinnandi Frans en fellur hann við en það er ekkert á þetta. Það mátti gaman sketa hérna fyrir fram að mig að fyrir aftan varamenn Keflavíkur er Stefán Ljúbicic, hann er kominn heim til Íslands eftir að dvöl hjá FC Riga og hann mun spila fyrir HK í sumar í Pepsi Max til karla og vonumst við Keflvíkingar að okkar maður standi sig vel þar. En þá komur Keflvíkingar með innkast. En Stefán spilaði með Grindvíkinga fyrir á skóla bara 1 mark en við vonum að hann skori fleiri mörk hjá Keflvíkingum þessi mikli markaskorari en þá koma afturrenningamenn eftir missi Keflvíkinga en þeir eiga að skota markið sem er
mátt lítið og Sindri grípur þetta auðvitað. En þá koma kemningar að byggja upp sókn. Davíð Snær, hvað gerir hann? Hann hefur öll völd á boltanum og finnur Kían en boltanum komið út fyrir og kemningar innkast. Og Sindri Þór Guðmundsson tekur þetta innkast. Þannig að koma en Adam Árni, það nú brotið á honum sýnist mér. Og hann liggur eftir og dómarinn stöðvar leikinn og við vorum þetta sé ekki alvarlegt, hann búinn að vera nógu mikið middur. Og væri alveg agalegt að missa hann úr róteringunni. Svona virðist að fá smá slink en við vorum þetta sé ekki alvarlegt. En mér sýnist Jóhann Arnarsson vera að fara að gera sig kláran að koma inn á. Hann spilandi framherji en mér sýnist hann eiga bara að koma inn á fyrir Adam Árna. Jóhann Þór Arnarsson, jú, það rétt hjá mér. Hann virðist að mikla sig eitthvað og einhver sensastaknir. Hann skoraði mark nummer 2 á hann. Nei, hann skoraði fyrsta markleik. Nei, byrju, vá, hvað í gangi með mig Hann skoraði annar markleiksins Og hann nú brotið á leikum afturningu og menn ekkert alltof sáttir en Sindri að fara feldur af sínum eigin manni. En mér sýnist þetta vera búið fyrir honum Adami Árna. Brotið á þeim en það nú dæmt en dómarinn stöðvar nú leikinn og Keflvíkingar fá að gera skiptingu. Jújú, það bara við að taka Adam Árna út og hann búinn og Jóhann Þór Arnarsson kemur inn á. Hann skoraði nú fyrstu breytingu út af leikmann nr. 9 Adam Árni Róbertsson og inn kemur leikmann nr. 38 Jóhann Þór Arnarsson. Eins og segi, við vonum að þetta sé ekki alveg hjá honum Adami Árna en Jóhann Þór kemur inn á. Hann skoraði í síðasta leik á móti Birninum í Mjölkubikarnum og hann gífurlega fljótur og góður. Þá koma afturhendingamenn. Þeir koma en finna nú ekki mikið en jú, þeir ná skoti og þeir ná að taka skoti en það framhjá og neða, það eiginlega bara hotspinna. Það hefur verið hreinsað frá en ég sýnist Adam Árni hann að halda haltur. Þannig að við skulum vona að þetta sé ekki allt og alvarlegt. En þá kemur hotspinnan. Hann sendir ekki fyrir markið og Keflvíkingar hreinsað þetta frá. Þeir koma góð pláss, sendi ekki fyrir markið en þeir hreinsað þetta frá og náðu þessi burtu, vel gert til Keflavík. Og markvörðurinn skallar þetta frá og Adam Roberts Adam Ægirinn að næra það komið í skýningurinn að menna að láta hann heyra það. Næra hann mikið að rúna tilbaka en það sem allt í lagi.
Fransi hérna, hann nú brotið á Kían, en Keflvíkingar fá þá bara boltan. Komum hérna á Davíð. Það virðist nú vera brotið á honum og ósáttur við að fá ekki aukaspyrnu. Ég skil það svo sem 100% vel. Flott spil frá afleiðningu. En ekki eins góð sending og Keflvíkingar bara að fá boltan á silfurfati hérna. Og koma þær hérna og reyna að finna 15 markið. Þeir ná að stoppa þetta og Keflvíkingar bara vinna boltan strax hérna. Góði samleikskaflar hérna hjá Keflvíkingum og þá kemur Joey Gibbs hérna en þeir ná að koma sér tilbaka að markvörður sinn í aftenningu og Sindri vinnur boltan hérna. Þetta er svona eiginlega hálofta sendingar hérna á milli manna akkurat þessar mínúturnar. Það var alveg til að fá eitt mark hérna svo sem í þetta til að gulltryggja þetta. Og þá komu þær hérna og það er verið að dæma aukaspyrnu hérna rétt fyrir þetta vítateig. Nei, það er ekki að dæma neginn aukaspyrnu, það er að dæma aukaspyrnu á afturningu. Og fá þeir hérna gult spjald sýnist mér. Ég held að það var að dæma aukaspyrnu hérna en Sindri markvörður sparkar þessu þá bara út og hann er nú mjög sparkviss drengurinn. Keflvíkingar hérna. Þannig að koma hérna, þeir hérna koma hérna hratt á okkur og þeir ná hérna fínu skoti en það er að Sindakvísli. Þeir eru svona að minna á sig. Sendingi fyrir markið, Keflvíkingar bara að hreinsa þetta frá. Rúnar ekki alveg með kraftir á hreinu og nær ekki að ná sendingunni en hann fær boltan og hreinsa þessu bara frá og Kían hérna, nei, Joey Gibbs hérna, Frans hérna ennþá sívinnandi. Sindri með boltan og kemur hann tilbaka eða til áfram á þetta er nú eiginlega bara eins og ping-pong spil hérna. Staðan á Þróttaravelli er 1-0 fyrir Leikni Reykjavík og afturning er búið að minnka hérna muninn. Þeir ná hérna einni sendingu hérna og boltinn inn í markinu. Þannig að spurning hvort að þeir komi hérna. Fyrsta mark afturhendingu skoraði leikmaður nr. 6 Alejandro Zambrano. Það er Alejandro Zambrano en staðan er 1-0 fyrir Leikni á Þróttaravellinum og það er Vuk Óskar Dimitrivic sem skoraði það fyrir þá. En já.
Þeir ná hérna að minnka munin afturhendingu og það er bara fínt fyrir þá að komast á þessa blað. Engin drauma byrjun fyrir þá að fá Keflavík í fyrstu umferð. Þá kemur Jóhann, hvað gerir Jóhann? Það er bara að svara, það er brotið á honum! Það er ekkert á þetta, hann er bara settið sandu. Ég sýnist þetta bara að vera rangt, já, það hefur verið fínt að fá vítaspyrnu hérna. Dæmar aukaspyrnu á Keflvíkinga. Gaman að sjá Eysteinn Húna og Sigga Ragga hérna, þeir standa hérna hlið við hlið og samvinnan er greinilega mjög vel á okkar bæ. En mér sýnist Keflvíkingar að vera að fara að gera breytingu og þá að fara að setja andra fannar inn á og já, mér sýnist þeir eru líka að fara að gera tvöfalda skiptingu hérna. Nær ekki að stöðva hann hérna en þá komur þessi fyrir hornspyrnu. Og Ian Nacho er ekki alveg nógu sáttur hérna, hann lét í sig heyra. Þá kemur hornspyrnan á tegin en þessi er nú bara bjargað eiginlega. Þeir halda áfram á pressa og þeir gefa ekki aðra hornspyrnu Keflvíkingar og hreinsa þessu bara frá. En eins og sagði núna eru leikmenn afturhendingar örlítið betri. Fær boltan inn að reyna að kloppa mann en sjáu þetta flott góð hugmynd hérna og hann kemur boltina frá og það er bara ítt í hann Jóhann hérna en Keflvíkingar fá útspark fyrir afturhendingu hérna. Vel gert að varnarmönnum afturhendingar, þeir bara skynja hættuna og Jóhann ekki alveg nógu sterkur en það sem Keflvíkingar eru orðandi værikærir hérna, finnst mér. Núna kemur tilbaka á Þeysir reið hérna. Já, þetta er Adam Árni hérna. Það var að bæta minnleikina á varnarmannabæknum. Það er Helgi Þór Jónsson sem er að koma inn á líka. Hann er framherji sem Keflavík fékk frá Njarðvík. En hann gerði 2 ára samning í Keflavík og hann spilaði hérna fyrir 2 árum síðan þegar við vorum í Pepsi-deildinni. Svo það er fínt að fá hann aftur, hann er mikill markaskorari. Og Andri Fannar er varnarsinnaður miðjumaður. Þannig að ég geti síðan taka Davíð Snær er víst líka leiðin út af og ég held að það sé Joey Gibbs sem er að koma út af og Davíð Snær Jóhannsson kemur líka út af. Hann hefur hlaupið eins og eldi brandurina góða 70 mínútur. Gott dagsverk á þessum herramönnum. Út af leikmann nr. 7 Davíð Snær Jóhannsson og leikmann nr. 23 Joseph Alfred Gibbs.
Og innan koma leikmann nr. 3, Andri Fannar Freysson og leikmann nr. 44, Helgi Þór Jónsson. Þetta er fyrsti leikur Jóhanns, Helga Þórs og mér sýnist vel unnið hérna hjá þeim og bæðir eða eitt skiptinglöku eftir. Nei, þeir eiga 2 skiptinglöka afturninga en Keflavík á eitt skiptinglöku eftir og þeir ná að skalla Sindri verð þetta. Jóhann kemur hratt og pressa markvörðinn. Markvörðinn nær að leika á hann og hann rólur á boltanum og það er mjög gott. En Anton vinnur skallaboltan og Rúnar vinnur annar boltan en afturning fær boltan, hann náði ekki alveg góðri vikti sendinguna. Og komið afturning aftur. En það mátti gaman skeyta og Ómar markmannsþjálfari og aðstoðarþjálfari Keflavíkur, hann er kominn með bráðabirgðasamning á Kormáki Kvöt og vona að það gangi vel hjá honum. Ómar er þetta 30. markvörður en þá koma Keflvíkingar með fyrirgjöf. Helgi fær boltan, kemur tilbaka, hvað gerist núna? Og þeir, með 15 markið er komið, takk fyrir! 15 markið er komið og það er Helgi Þór Jónsson með 15 markið í þessum leik. Hann er ekki búinn að vera inn á henni með 2-3 mínútur og þá kemur hann með 15 markið og leikmenn afturningar eru brjálar, þeir vilja fá rángstöðu en það er bara ekki rétt. Frábært hjá Keflavík. 15 mark Keflavík skora leikmann nr. 44, Helgi Þór Jónsson. Nýkomin að heldur upp og það með að skora fyrsta mark sitt hérna. 5-1. Þeir eru ekki sáttir, Mosfellingar. Keflvíkingum eru ekki boðið á Barjón eftir hennar leik. Það er alveg á hreinu. 5-1. Þetta er 15 mark Keflavíkur og 17 mark leiksins, þannig að 6 mörk hérna, það er bara mjög fínt. Ef við ekki biðjum eitt í viðbót, hvernig væri það? Keflvíkingar byrja hérna bara fljúgandi í starti. Og þá koma leikmenn afturningar. Maður verður að hrósa þeim bara fyrir að þeir hafa leikið frekar prúðan leik hérna. Engin grótaskapur eða neinir pirringstæklingar. Eins og oft vill gerast þegar menn eru komnir svo langt undir og þau reyna hérna gott skot en það er hættulítið á framhjá markinu og sjálfsagt að reyna þetta. En næsti deildarleikur Keflavíkur verður í Ólafsvík og já, ég get staðfestað hér að Keflavík TV verður í Ólafsvík og undirritaður verður þar líka í fyrsta sinn á ævinni. Þannig að það verður gaman að sjá hvort það verður ekki bara mjög gaman á Ólafsvík þar sem þetta er fallegur staður. Maður hefur séð það á þegar maður er að horfa á leiki að Keflvíkingar hérna Helgi hérna Iðin hérna vinnur vel og það hafa verið þetta allir gert. Keflvíkingar hérna leyfa bara gestunum að vera með boltan. Þarna brotið á Sindra sýnist mér. En ég vil minna á að
Mjólkurbyggarleikur Keflavíkur verður sýndur á Stöð 2 Sport þegar þeir mæta á Kópavogsvöll. Og freista þess að slá heimamenn út. Og þótt það sé ekki talið líklegt meðal sparkbygginga en Helgi vinnur hennar boltan en það skiptir ekki öll en jú, byrjuðum að sjá Keflvíkingar fá hennar þeir fá markspyrnu en það er nú alltaf möguleiki á sigri sama hvað liðið er en Keflvíkingar pressa hennar gestina vel og jú, þeir ná ekki að vinna boltan en Afturlíkamenn lifa þessa þá kemur Adam Ægir. Það er brotið á honum en dómari dæmir ekkert á það. Og Rúnar vinnur bolta fyrir Keflavíkur og það er ekkert verið að Adam er orðinn eitthvað voðalega pirraður á dómarunum en ég skil það svo sem ágætlega. En tæpt korter eftir þessum leik og staðan er 5-1 fyrir Keflavík. Og þá var tæknimaðurinn okkar að þerra, þannig að við byggjum Guð að blessa hann. Guð blessi þig, Einar minn. Aukaspinna á mark, við hornfærarnar liggum við og þá hún er bara út og það er búið að dæma hennar rángstöðu. Og þá er tvær skiptir í Keflavík, það er Ari Steinn og Ingimundur sem kom inn á. Hvað gerir hann? Það finnur Rúnar og sem finnur Andafannar strax aftur. Það er beðið boltan og þá kemur Kían að finna Andafannar. En þetta er ekki alveg nógu gott en koma Keflvíkingar en afturlingamenn en Nacho truflar hans för og þeir vilja fá aukaspinnu en það er ekkert á þetta. Það er bara sagt að standa upp. Og afturlingamenn ætla að gera eina skiptingu hérna. Hann er aðeins að neglu boltanum í jörðina á Adam Árni en Adam Ægir en hann verður að fara að passa sig annars hann er gult spjald. Hann er að koma út af hérna. Og Kían kemur líka út af og spurning hvort það komi mörk frá annarkvort. Adam Ægir Pálsson, leikmann nr. 99, Kían Paul James og inn að kemur leikmann nr. 8, Ari Steinn Guðmundsson, leikmann nr. 28, Ingimundur Aron Guðnason. Keflvíkingar hérna er að bíða til að fá leyfi til að koma. Afturlík er einnig breytingu út af leikmann nr. 11, Gísli Marteinn Þannig að koma inn á Sigurðsson. Ari og Ingimundur.
Tímaður kemur inn á miðjuna og Ari hérna kemur og verður á kantinum. Gunnar Björgun hefur verið meiddur, hann sleit krossbönd í fyrra en hann verður klárað eftir 2-3 mánuði. Það víst tíminn á þessum erfiðu meiðslum. Hann hefði vantilega ekki spilað í sumar nefnum í september en hann koma keflingar og það hefði verið sverað hann að brota og þeir vilja horn og fá á horn. Það voru skiptingar Keflavíkur búnar, þeir nýttu alla sínar 5 skiptingar. Þá nú að sjá hvað gerist og þá kemur hornspinnan. Þeir skalla frá en beint til Ingimundar sem nú rúnar aftur og Jón kýlir þetta frá í innkast sem Keflavík fær og Rúnar lætur Ara vita að hann vilji taka þetta innkast. Þá kemur víst langur bolti frá honum. Þá eiginlega logn í Keflavík hérna í fyrsta skipti í mjög langan tíma. Það blæsið vel tressalega hérna. Og Rúnar kemur hérna með fyrirgjöfina fyrir markið og þeir skalla frá og þeir aðsleika frá. Frans fær boltan, finnur Nacho og kemur fyrirgjöf fyrir markið. Frans vinnur boltan aftur. Andri Fannar, Sindri Þór. Andri Fannar. Hann vinnar boltan en Anton vinnur boltan af þeim aftur og Sindri sendir tilbaka á Sindra Kristinn. Rúnar rekkur á stað og hann nú of lengi á þessu en Frans vinnur boltan. Finnur Andra Fannar með þá kemur Nacho hérna, hann finnir Sindra Kristinn, hann finnir Andra Fannar og Rúnar fær boltan hérna, kemur fyrirgjöfina og þeir ná að hreinsa frá og Keflvíkingar fá hornspyrnu hérna. Hornspyrna kemur hérna fyrir markið, þeir kemur hornspyrna núna fyrir markið og Frans fyrir upp í þetta en nær hann ekki og Keflvíkingar ná boltanum og Afturhending fær innkastið. Keflvíkingar ná að það er aukaspyrna en mér sýnast nú bara að fara í boltan en það er gult á Frans Elfas. Það er 5 mínútur eftir henni en þá gerir Afturhending sína þriðju skipti. Þá er nú þegar skiptingar að vera búnar en þeir geta tvöfalda skiptingu hérna. Þá hafa þeir nýtt alltaf sína 5 skiptingar. Keflvíkingar vinna boltan hérna. Það er hérna vakandi kemur við léra sér eitthvað Rúnar en það er fínasta
Leikur eiginlega bara spilaður mjög vel af Keflavíkur hálfu. Skoruðu 3 í fyrri og 2 í seinni hálfleik en fengu á sig mark. Annars bara mjög góður leikur. Afsendingarmenn að fá boltan og reyna að finna opnun en það kemur boltinn en Nacho hlaupið út mátt á völl og vinnur vel. Og þá koma að reyna og þeir reyna með gott skot en það fer yfir markið. Fínustu skot sem hafa verið að koma fram en þeir hafa ekki verið að ögra neitt að viti. En þá gera skiptinguna. Afturölding gerir tvöfaldabreytingu út af leikmann nr. 7, Hafliði Sigurðarson og leikmann nr. 8, Kristján Atli Martinsson. Og inn að koma leikmann nr. 18, Aron Daði Ásbjörnsson og leikmann nr. 28, Valgeir Árni Svansson. En þá skiptingarnar liðnar og Sindri býst bara við að negla honum fram. Það er bara 2 mínútur eftir að venja leiktíma og býst ekki við einhverjum rosalum upphaldstíma þar sem það hafa ekki verið mikið að gæti trúa að það væri svona 3 mínútur eða 4 út af skiptingum og svo leiðslutum og meiðslina Adams. Það var mikið hæglega baka hnén á síðan og vorum að þetta hafi bara verið að þetta hafi ekki verið neitt alvarlegt, þetta hafi bara verið út af högginu. Þá koma kemmingar en þannig að næst því búin að takast þessi kloppi en þeir koma þá afturhending og reyna að freista þess að klóra ennþá í bakkann. Koma að láta halda bolta ganga. Fínasta baráttan hjá þeim en Nacho hreinsar þetta í burtu. Þá kemur að Jóhann, hvað gerir Jóhann? Hann kemur á harðaspretti og það er brotið á honum en það er ekki dæmt á þetta. Ég skil ekkert í þessu. Ég hefði viljað fá að gá þetta en ekki alveg vissum hvað dómarinn er að pæla. Ari kemur og hann er rangstæður. Áhorfendafjöldi í dag er 353 og við erum búin að velja mann leiksins og þessu sinni er það Sindri Þór Guðmundsson. Sindri Þór Guðmundsson maður leiksins og hann á það bara fyllina skilið. Kef Restaurant. Hann bara að gjafabyrja á Kef Restaurant og getur boðið Andriu kærsinni út að borða. Og fengið mælir bara vel með því að skoða matsölustaðinn í Keflavík en þá er 90 mínúturnar komnar og mínu viti ætti ekki að vera langur upphaldstími, kannski 2-3, jafnvel 4 mínútur. Og þá kemur Rúnar, hann er búinn að vera upp með áhaldafærar upp og niður kantinn í allan leikinn. Þannig er eiginlega þess mikið kefningan að það eru af
11 leikmönnum eru 8 sóknarmenn en það sóknar þengjandi bakverðinni báðir og það er bara miðverðinir og syndir í markinu sem eru ekki mikið að fara í sókn en jú, báðir miðverðinir en þeir eru nú en það má búast við Magnúsi Magga inn aftur í næsta leik, hann er fyrirliði liðsins og Keflvíkingar eru mjög sterkt miðvarpar og leikurinn er bara svona nokkuð að fjara út hérna og næsti deildarleikur okkar er í Ólafsvík 28. en þá vinnur Jóhann boltan en hann fellur og það er aukaspinna. Hún er tekið strax en og það er brotið hérna á Helga en það er ekki dæmt á það. Aukaspinna tekið strax og Frans vinnur boltan. Helgi með boltan en hann er dæmdur rangstæður. Mátti ekki miklu muna en hann hefur gripinn langt Helgi en það verður bara að hafa það. Það eru að 3 mínútur upp á tíminn að segja en þá koma afturleikamennina en það markspinna Sindri er búinn að hlaupa hérna eftir boltanum og halda hann að minna á en það er fín sprettur hérna bara gott dagsverk hérna hjá heimamönnum. Spurning hvað lítur hann okkur upp hérna dómarinn. Það má eiginlega segja það að það er dæmt leik nokkuð vel. Helgi vinnur skalla boltan en afturleikamennir vinna boltan og þannig að flautar bara til leiksloka. Keflavík vinnur hérna þægilega 5-1 sigur. Ég heiti Konráð Ólafur Eiríksson Keflavík TV, við þökkum kærlega fyrir okkur og við verðum næst í beinni hjá Ólafsvík en næsti leikurliðsins er á móti Breiðabliki að koma sér 25. júní en þangað til, þakka þér bara kærlega fyrir mig. Verið bless. Ok.